Í þessu vídeó verða sýnd ákveðin grunnatriði sem nauðsynlegt að þekkja til að setja upp heimasíðu námskeiðs. Hvernig settar eru upp svokallar einingar, hvernig skrár eru settar inn á heimasíðuna og hvernig er hægt að búa til og nota síðu í námskeiði. Svona lítur nýr námskeiðsvefur út í Canvas áður en nokkuð hefur átt við hann. Það þarf að byrja á að búa til einingu. Eining er nokkurs konar ílát og er notuð til að flokka efnið á heimasíðu námskeiðs. Það er hægt að láta einingu standa fyrir viku eða námshluta í námskeiði og síðan er hægt að setja skrár, verkefni, umræður og fleira inn í eininguna. Það er hægt að smella annað á að stofna nýja einingu eða á hnappinn plus eining. Kennarinn setur auðvitað þann titil sem hentar. Ég bý til aðra einingu og miða við að setja upp efnið út frá vikum. Til að setja eitthvað inn í eininguna eða vikuna, til dæmis skrá eða verkefni eða annað, þá þarf að smella á plusmerkið fyrir eininguna sjálfa. Það þarf að byrja á að velja hvers konar efni á að búa til. Til að setja inn skrá þarf að velja það hér efst. Canvas sýnir mér þær skrár sem þegar eru komnar í skráasafn námskeiðsins. Skráin er valin og smellt á bæta við atriði. Það er hægt að velja fleiri en eina skrá með því að halda niðri Control-hnappi lyklaborðsins á meðan smellt er á skrárnar. Ef maður er með skrána í tölvunni en ekki búin að setja hana inn í skráasafnið, þá þarf að velja efsta kostinn, búa til. Smella á Choose Files hnappinn, finna skrárnar í tölvunni. Hér kemur fram að ég hef valið 3 skrár. Canvas sér að setja þessar 9 skrár inn í skráasafn námskeiðsins. Leið og það býr til tengla í skrárnar á heimasíðunni. Það er boðið upp á að velja í hvaða möppu í skráasafninu maður vill setja skrárnar. Það er smellt á bæta við atriði og þá eru hér komnir tenglar í skrárnar. Ef skráin er fjarlægð úr einingunni eða vikunni, þá er maður í rauninni bara að fjarlægja tengilinn á skrána. Skráin sjálf er áfram inn í skráasafni námskeiðsins. Út frá bestu venjum þykir ekki gott að setja of margar skrár beint á heimasíðu námskeiðs. Það veldur því að heimasíða námskeiðsins getur orðið löng og það getur tekið nemanda lengri tíma að finna efnið. Til að halda heimasíðunni nettri eru skrár yfirleitt settar í möppur. Í Canvas er farin aðeins önnur leið. Það er sett upp síða með tenglum í skrárnar. Til að búa til síðu er smellt á plusinn og valin síða, búa til, síðunni þarf að gefa titil og svo er smellt á bæta við atriði. Síðan er opnuð og farið í breyta. Hér opnast ritillinn í Canvas. Til að búa til tengil í skjal þá er farið í insert eða setja inn, skjal. Hér er hægt að velja að búa til tengil í skjal sem er nú þegar í skráasafni námskeiðsins eða hlaða skjali upp úr tölvunni. Hér koma fram þær skrár sem þegar eru komnar í skráasafnið. Skrárnar eru sýndar í tímaröð og það er hægt að raða þeim í stafrófsröð ef það hentar betur. Græna táknið aftan við skrá þýðir að skráin er aðgengileg nemendum. Ef ég myndi deila þessari skrá sem er ekki aðgengileg, þá getur nemendur ekki opnað hana. Þessu er stjórnað inn í skráasafni námskeiðsins. Það þarf að staðsetja bendilinn þar sem tengillinn á að koma og síðan er smellt einu sinni á skrána og þá dettur inn tengill. Það er líka hægt að láta eitthvað texta vera tengil í skrá. Þá þarf að velja textan og smetla síðan á skrána og þá er komin tengill hér. Þegar skjalið er hlaðið úr tölvunni beint inn í ritilinn, þá sér Canvas að vista skjalið í skráasafni námskeiðsins leið og það býr til tengilin í skjalið hér.
Þegar notuð síða til að deila skrám einfalt að flokka efnið, setja fyrirsagnir og upplýsingar tiltekin skjöl. Að lokum þarf að vista síðuna. Vista og birta merkir að birta nemendum efnið, en ef síðan ekki tilbúin þá vista maður bara. Það hægt að hlaða niður skjalinu og þegar smellt á tengilinn þá opnast skjalið í Canvas. Skjalinu lokað hér upp í hægra megin. Svona hægt að deila mörgum skrám með nemendum með einum tengli á heimasíðu námskeiðs. Það smellt á heim til að fara aftur á heimasíðu námskeiðsins. Þegar síðan tilbúin þá þarf að muna eftir að birta hana nemendum og það gert með því að smella á birta táknið. En til að nemendur sjái örugglega síðuna þá líka nauðsynlegt að vikan sjálf eða einingin sé birt. Það góð regla að fara í nemanda sín eftir að nýtt efni hefur verið sett inn á námskeiðu til að sannreyna að nemendur sjái efnið. Þrír punktar í Canvas standa fyrir stillingar eða möguleika, líkt og í öðrum forritum. Þrípunkturinn fyrir vikuna eða eininguna býður upp á að breyta, til dæmis heiti, og flytja eininguna á annan stað í röðina. Hér eru fleiri möguleikar sem ekki verður farið í þessu myndbandi. Í þrípunktunum fyrir síðuna hægt að auka inndrátt, breyta titli og tvítaka eða búa til nýtt afrit af síðunni, ef maður vill búa til nýja síðu til dæmis byggða á þeirri fyrri. Það hægt að færa síðuna í aðra viku og fjarlægja síðuna. Þó að síðan sé fjarlægð hér þá henni ekki eitt, síðan á heima í síðusafni námskeiðsins. Ef það á raunverulega eyða síðunni þá þarf að gera það þar. Punktatáknið fremst í línunni til að færa til hluti og sömuleiðis punktatáknið fremst í viku. Þegar heimasíða námskeiðs tilbúin eða kennari sáttur við heimasíðuna, þá þarf að muna eftir að birta námskeiðið. Fyrr hafa nemendur ekki aðganga heimasíðu námskeiðs í Canvas. Þetta gert með því að smella á birta í efra hægra horni. Eitt að lokum, til að senda tilkynningu til nemenda, þá þarf að vera búið að birta námskeiðið áður. Að öðrum kosti sendist tilkynningin ekki í tölvupósti. En þetta komið að sinni. Nú passa vel að horfa á vídeóið skráarsafn námskeiðs. Takk fyrir.